7,15 lið á dagskrá grænbók fjárveitingar til háskóla og til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, til umræðu hjá okkur í dag grænbók fjárveitingar til háskóla. Málið var áður tekið fyrir á dagskrá bæjarráðs og sendi bæjarstjóri okkar inn umsögn Akureyrarbæjar þann 7. febrúar síðastliðinn. En grænbókin núna til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. En í þessari grænbóki gerð grein fyrir núverandi fjárveitingakerfi, valmöguleikum við hönnun á nýju kerfi og setta fram lykilspurningar til að efla umræðu stefnu háskóla og hvaða fyrirkomulag fjárveitinga styðji best við innleiðingu og slíkri stefnu. Rektor háskólans á Akureyri mætti til fundar við bæjarráð undir þessum lið, bara ágætt að taka það fram. Langar í þessari umfjöllun okkar hérna í dag að ræða sérstaklega háskólan á Akureyri og þá ekki síst með tilliti til áhrifa hans á okkar samfélag, framtíðarsýn og byggðasjónarmið. Ég ætla að fara aðeins tilbaka. Frá upphafi stofnun háskólans á Akureyri þá var byggðapólitískt þrætumál að ræða. Aðdragandi að stofnun skólans gríðarlega langur en í ritrýndri grein Þórodds Bjarnasonar prófessors við Háskólan á Akureyri frá 2018 upp á skólans rifjað og mun ég í máli minni í dag allnokkrum tilfellum vitna í þessa grein og aðlaga að vangaveltum sem ég tel að ég erindi hér í dag. En aðdragandi þess að skólinn var stofnaður, Háskólinn á Akureyri, nokkuð langur og má rekja til hugmynda aftur til ársins 1958 þegar skólameistari Emma mun hafa lagt til að stofnaður yrði Háskóla á Akureyri. Þingsályktunartillögur voru lögðar fram málið í þrígang en það var ekki fyrir árið 1972 að Alþingi samþykkti loksins almennt orðaða þingsályktunum og hún hljómaði svo með leyfi forseta. Sérstaklega skuli stefnt að því að Akureyri verði efld sem skólabær og miðstöð mennta og vísinda utan höfuðborgarinnar. Það minnir mann kannski pínulítið á fluggáttin í landið og svona ýmislegt en þetta þetta ofta langir bardagar sem svona fínt að minna okkur á sem að stöndum stundum í stappi að þetta tekur oft ansi langan tíma og var þetta í fyrsta sinn þar sem kom þessi almennt orðaða þingsályktun. Það má til gamans geta að á þessum tíma þá voru Akureyringar 12.000 talsins og þá voru þeir litlu færri heldur en Reykvíkingar voru við stofnun Háskóla Íslands 60 árum fyrr. Á ráðstefnu háskólanám á Akureyri árið 1985 lýsti hins vegar rektor Háskóla Íslands yfir efasemdum sínum á þörf á námi hér á Akureyri eftir stúdentspróf og skrifstofustjóri í menntamálaráðuneytinu lagði til að fjölmiðla tækni yrði notuð til háskólakennslu norður yfir heiðar. Skólastjóra framhaldsskólana á Norðurlandi, fræðslustjóri og yfirlæknir á fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri lögðu hins vegar þunga áherslu á mikilvægi staðbundinnar háskólakennslu og lögðu ýmist til að háskóladeild, útibú frá HÍ eða sjálfstæður háskóli yrði settur á fót á Akureyri hið fyrsta. Ástæða þess að ég fer í að rifja þetta upp vegna þess að það var stuðningur heimamanna og þeirra sýn sem skipti sköpum, sem að náði síðan hljómgrunni inn á Alþingi eftir áralanga baráttu og staðfasta sýn. Það var hugmyndi fólks að rökin með stofnun skólans að þá myndi fleira ungt fólk á Norðurlandi vilja sækja sér háskólamenntun, háskólafólk væri líklegt til að búa áfram á staðnum, finna sér vinnu við hæfi þar sem það hefði stundar nám. Góð þekking myndi leiða af sér gott mannlíf og efla atvinnulíf á Norðurlandi. Þessi hugmynd og grundvallar hugmyndafræði hefur kannski ekki mikið breyst í huga okkar allra. En sem sagt, úrvarð að Háskólinn á Akureyri var stofnaður árið 1987. Í sögulegu samhengi finnst mér allavega ágætt að minna okkur á að þetta það leyti þegar viðskipta- og iðnaðarveldi Kaupfélags Eyfirðinga og Sambands íslenskra samvinnufélaga riðu til falls. Á næstu árum lögðust verksmiðjurekstur að mestu af á Akureyri en margvísleg þjónustustarfsemi óx á sama skapi. Síðan þá hefur íbúum hins vegar fjölgað í aft og þétt og má segja að nú hafi skapast borgarsamfélag sem styður við byggð á Norður- og Austurlandi. Þrátt fyrir að ýmsir háskólar, þar með talið Háskólann á Akureyri, hafi tekið til starfa löngu fyrr, þá það ekki fyrir árið 1997 að heildarlöggjöf háskólastig var sett í fyrsta skiptið. Frá hruni þá hefur ítrekað verið rætt sameiningu Háskóla Íslands og annarra háskóla á Íslandi. Með það auðvitað augnamiði að spara.
Sem betur hefur ekki af mikill alvöru verið rætt sameiningu Háskólans á Akureyri við aðra skóla, en það kannski kann að vera að Norrlendingar sem lengi hafa barist fyrir sjálfstæðum skóla, bæði á vettvangi sveitarstjórna og landsmála, hafi þar áhrif. Það minnir okkur kannski hérna í bæjarstjórn á mikilvægi þess að við látum rödd okkar heyrast þegar kemur að málefnum skólans. Ég væntanlega ekki einum þá skoðun að telja uppbyggingu Háskólans á Akureyri vera eina mikilvægustu einstaka byggðaaðgerð allra tíma. Hér á Íslandi, að minnsta kosti á Norðurlandi, svo ég hafi nú alla varnagla á því. En að sjálfsögðu veltum við fyrir okkur hver séu hinn raunverulegu svæðisbundnu áhrif háskóla og hvort og þó hvaða samfélagslega hlutverki skólinn gegnir. Hefur skólinn til dæmis eitthvað sérstakt hlutverk í menntun fólk sem hyggst lifa og starfa á landsbyggðunum? Á námi til dæmis sérstaklega taka mið af þeim þörfum sem að þar að finna, á hún að kenna héraðslækningar, fjarlækningar, grunnskólakennslu milli skólastiga í fámennari skólum, leikskólakennara menntun í litlum samfélögum og svo framvegis. Þá veltum við í örugglega mörg fyrir okkur með hvaða hætti sveigjanlegt nám eða fjarnám hefur á byggðastöðu skólans. Í grænbókum hlutverk háskóla sem hér til umræðu fjalla hlutverk háskóla almennt og því sé þrískipt. Í fyrsta lagi kennsla, í annan stað rannsóknir og í þriðja stað samfélagslegt hlutverk. Ekkert í rauninni fjallað þetta samfélagslega hlutverk í reglum fjárveitingar og það kemur fram í grænbókinni að það sé erfitt að finna leiðir til að meta framlag háskólana til samfélagsins. Þetta tel ég ákaflega miður. Ég tel einmitt mikilvægt að skilgreina sérstöðu og samfélagslegt hlutverk háskóla og þó ekki síst byggðarhlutverk, til dæmis Háskólans á Akureyri, og fjármögnun taki tillit til þessa samfélagslega hlutverks. Í grænbókinni kemur einnig fram að menntunar hlutfall háskóla snúist ekki einungis að einstaklingur sæki sér menntun. Og þarna bið ég ykkur að taka eftir því að mín upplifun að ég lesa grænbókina að við séum alltaf að tala Ísland sem eina einingu en aldrei ólíkar byggðir landsins. Þar kemur sem sagt fram að menntunarhlutverk háskólans snúi sem sagt ekki að því aðeins að einstaklingar sæki sér menntun, heldur einnig að samkeppnishæfni samfélags og hagkerfis og grunnþjónustu eins og heilbrigðisþjónustu og menntun barna. Þá flytja háskólar nýja þekkingu, aðferðir og tækni hingað til lands með samstarfi við aðra háskóla, menntun og rannsóknir. Enn fremur kemur fram að eitt meginhlutverk háskóla sé nýsköpun þekkingar. Fram kemur ekki þurfa að hafa mörg orð mikilvægi vísindaiðkunar yfirleitt, enda segja framfarir í lífslíkum og lífsgæðum undanfarna öld þá sögu skýrt. Það sé eins og nauðsynlegt fyrir lítil samfélög að þau fylgist með og taki þátt í þekkingasköpun til að dragast ekki aftur úr og halda samkeppnishæfni og möguleikun og þáttöku í þróun. Í grænbókinni virðist þess að þunganmiðjan vera á höfuðborgarsvæðinu og talað Ísland sem eina heild í því samhengi og það auðvitað kannski skiljanlegt enda búa flestir þar. En með sama hætti mætti kannski horfa á samkeppnisstöðu og þarfir samfélaga þegar kemur að menntun utan höfuðborgarinnar. Í rauninni má segja að það áhugavert að bera saman byggðasjónarmið innanlands núna og upphaflegu rökin fyrir stofnun Háskóla Íslands. Stofnun Háskóla Íslands snýrist nefnilega einmitt ákveðið sjálfstæði að fólk þyrfti ekki að fara alla leiðina til Kaupmannahafnar eða annarra staða í heiminum til að sækja sér menntunar, heldur getur gert það í sínu nærumhverfi. Það hefði örugglega verið ódýrara að við hefðum öll farið til Köpen í nám. Þegar sú ákvörðun var tekin að Háskóli Íslands yrði stofnaður, þá voru íbúar í Reykjavík rétt undir 12.000 talsins. Á Akureyri búa rétt rúmlega 19.000 manns í dag og áhrifasvæði þess líklega 30.000. Ég tel að með sömu rökum og upphaflega var horft til stofnunar Háskóla Íslands með byggðaþróunar tilliti eigi að skoða hlutverk háskóla á landsbyggðunum og líka á menntunarstigi ólíkra byggða. Það kominn tími til þess að Ísland ákveði að byggja upp aðra borg og að hún verði á Akureyri eða svokölluð second city. Í því samhengi hefur Háskólinn á Akureyri ákaflega mikilvægu hlutverki að gegna. Ekki þó aðeins nægjanlegt að skilgreina hlutverkið því einnig nauðsynlegt að skólinn hafi fjárhagslega burði til að sækja fram frekar en að einungis pakka í vörn, líkt og staðan virðist stundum vera í dag. Að sjálfsögðu ber þó að nefna að skólinn sjálfstæður og það ekki ætlun mín með þessum orðum að draga úr því sjálfstæði, heldur einungis að efla mikilvægið og það að við eigum í samfélagslegu samtali hlutverkans.
Einn mikilvægasti grunnur þess að hérna byggist upp öflugt borgarsamfélag í mínum huga að Háskólinn á Akureyri vaxi og dafni sem ein öflugasta stofnun svæðisins. Skólinn taki þátt í verkefnum samfélagsins, eigi samvinnu við atvinnulífið, námið verði fjölbreyttara og uppfylli þarfir fleiri en til þess sem þar stundar nám. Þá ekki síst karlmanna og þá væri nú gaman að sjá vísindagarða rísa við skólan. Í umsögn Akureyrarbæjar grænbók kemur ýmislegt fram sem ég vil einnig nefna. Í fyrsta lagi því að sjálfsögðu fagnað að grænbók fjárveitinga til Háskóla Íslands á Íslandi sé komið fram. Þá geymir grænbókin nokkra grundvallarspurningar íslenskt háskólakerfi, þar með talið með hvað hætti stýra í aðgengi að háskólum. Aðgangsstýring algjör stefnubreyting í íslensku samfélagi, þó að raunin sé að inntökuskilyrði séu til staðar við Háskólann á Akureyri í dag. Verði það veruleikinn að takmarka í enn frekar aðgengi að Háskólanum á Akureyri verulega stefnubreytingar að ræða, þar sem grundvallarstefna síðustu 3 áratugi hefur verið að bæta og auka aðgangi að háskólanámi, sérstaklega fyrir fólk sem býr utan höfuðborgarsvæðisins. Það að mínu mati sorgleg þróun að þegar íbúar hér til að mynda komast ekki í gegnum klásus, líkt og var þessi áramót, þá var ekki einu sinni kostur að hefja annað háskólanám við Háskólann á Akureyri. Að sjálfsögðu ýtir þetta undir flutning fólks á svæðinu og það í mínum huga óásættanlegt. Vert að vekja athygli á mynd 10 í grænbókinni sem sýnir að árunum 2013 til 2017 fækkar nemendum í háskólakerfinu í heild sinni. Staðreyndir sem við verðum þó að hafa í huga á sama tíma hefur orðið fjölgun við Háskólann á Akureyri. Þetta gerist þrátt fyrir að skólinn hafi gripið til verulega hertra aðgangstakmarkana og með því að taka upp samkeppnispróf ásamt því að setja fjölda takmarkanir á námsbrautum og velja nemendur. Þróun nemendafjölda við Háskólann á Akureyri því með allt öðrum hætti en þróun nemendafjölda í háskólakerfinu í heild sinni. Þessi aukning hefði orðið mun meiri ef ekki hefði verið gripið til þeirra aðgerða sem Háskólinn á Akureyri hefur notað síðastliðin 3 ár og mun víst verða enn harðari haustið 2020. Þar sem fjárveitingar til skólans hafi ekki verið í samræmi við þá miklu fjölgun nemenda sem sækja þar nám. Samþykkta hlutfallið hefur farið úr 92% niður í 73% og það því næst lægsta samþykkta hlutfall íslenskra háskóla. Auðvitað má einhverju leyti benda á að þessi þróun sé jákvæð því að það auki einfaldlega samkeppni á meðal nemenda námsplásin og þar með aukist gæði háskólanámsins. Þessi þróun hins vegar gengur algjörlega gegn upphaflegu hugmyndum stofnun Háskólans á Akureyri með það að markmið að auka aðgengi að háskólanámi fyrir fólk sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. 65% nemenda við Háskólann á Akureyri koma frá svæðum utan höfuðborgarinnar og stunda sitt nám frá heimabyggð. Ritrýndar rannsóknarniðurstöður rannsakenda við Háskólann á Akureyri hafa sýnt fram á að nemendur sem stunda nám úr sinni heimabyggð eru mun líklegri til að starfa þar áfram 5 árum eftir útskrift. Í þessu samhengi finnst mér áhugavert að nefna að áhrif einstakra háskóla á menntunarstig þjóðarinnar eða menntabil milli ólíkra landshluta hafa ekki verið metin með fullnægjandi hætti. Úr því þarf að bæta að mínu mati. Í grænbók lögð fram aðgreining á háskólunum þannig að sumir verði rannsóknaháskólar en aðrir fagháskólar. Þetta eitthvað sem ég tel að við þurfum líka að staldra við. Í fagháskólum gert ráð fyrir hærra hlutfalli kennslu í starfi kennara sem mun þýða minni rannsóknarstarfsemi. Ef Háskólinn á Akureyri yrði skilgreindur sem fagháskóli myndi það gerbreyta skipulagi skólans og hafa víðtæk áhrif á búsetu starfsmanna vegna sívaxandi fjölda háskólanema í sveigjanlegu fjarnámi. Slík breyting myndi hafa miklar afleiðingar fyrir Akureyrarbæ og því myndi ég telja að við ættum að leggja ríka áherslu á að Háskólinn á Akureyri verði skilgreindur sem rannsóknarháskóli komi til þess að slík skipting verði lögleidd. Mér langar líka að nefna í framtíðarsýn Háskólans á Akureyri til ársins 2023 kemur fram að það standi til að bjóða upp á tæknifræði og aukin áhersla verði lögð á umhverfis- og náttúruvísindi með sjálfbærni og gagnkvæma yfirfærslu þekkingar milli háskóla og samfélagsins að leiðarljósi. Í umsögn Akureyrarbæjar leggjum við mikla áherslu á að þessi framtíðarsýn raungerist og skólinn fái þann stuðning sem til þarf, bæði fjárhagslega og faglega. Þá kemur einnig fram að skipta öllu máli að tæknifræði sé í boði á landsbyggðinni, í góðri samvinnu við atvinnulífið og aðra kennslustofnanir, jafnt íslenskar sem erlendar. Og þar sérstaklega vitnað í að hér á svæðinu eru fyrirtæki sem hafa tekið forystu í nýsköpun í þekkingariðnaði. Með því að tengja það saman við háskólan og nám í tæknifræði
sjávarútvegsfræði, viðskiptafræði, skapast virði sem gerir það verkum að Háskólinn á Akureyri styrkist enn fremur sem akademísk stofnun en ekki síður stofnun sem þarf að fylgja eftir tækniþróun og þróun atvinnulífsins. Og þá mikilvægt að huga því að bjóða upp á greinar sem að karlmenn sækja í. Enda eru mun fleiri konur en karlar sem útskrifast úr háskóla, sérstaklega á landsbyggðunum. Árið 2017 hafði ríflega helmingur kvenna á aldrinum 25 til 64 ára lokið háskólagráðu til samanburðar við 35% karlmanna. Hlutverk háskóla skýrt og verður ekkit endilega bara mismunað eftir staðsetningu þeirra sérhæfingu. Hins vegar nauðsynlegt að hafa ákveðna grunnfjármögnun lykilstarfsemi svo sem rannsókn og kennslu í samræmi milli allra háskóla og tryggja jafnræði og jafna samkeppnisgrundvöll þeirra. Því til viðbótar væri hægt að vera með samninga eða greiðslur fyrir þjónustu tengja sérstökum áherslum, sérhæfingu og samfélagslegri tengingu hvers háskóla. Það ekki unnt að vera með fjölbreytt háskólakerfi með innri sérstöð og sérhæfingu nema tilkomi fjölbreyttar fjármögnunarleiðir. Eitt allsherjar reiknilíkan mun aldrei ná utan slíkt verkefni. Því eðlilegt að reiknilíkanið nái til grunnþátta háskólastarfsemi fyrir alla háskóla. En önnur fjármögnun byggja á stefnu og markmiðum stjórnvalda á hverjum tíma. Ég vona að við eigum góða umræðu hérna í dag grænbókina og ekki síður háskólanám og landsbyggðirnar. Áður en ég lík máli mínu ætla ég að leggja til bókun sem svo hljóðandi. Bæjarstjórn leggur áherslu á að tekið verið tillit til byggðasjónarmiða þegar háskólaumhverfi Íslands til skoðunar. Þá ekki síst hvort ástæða sé til að taka stefnumarkandi ákvörðunum að minnka bil menntunarstigs íbúa eftir landsvæðum. Fullyrða má að stofnun Háskólans á Akureyri hafi verið ein besta byggðaaðgerð sem farið hefur verið í. Mikilvægt að hlúa vel að stofnuninni og hún sé fjármögnuð þannig að hún ná að sinna hlutverki sínu. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máls sín, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það færa bæjarfulltrúa Hildu Jönu þakkir fyrir mjög ítarlegan inngang í þessum umræðu. Það liggur við að það sé bara náðast allt komið fram sem þarf yfir höfuð að ræða. Og hvert orð satt. Ég langar aðeins bara til þess að ítreka hérna nokkur atriði sem komu reyndar fram í máli þínu bæjarfulltrúi Hilda Jana. Í fyrsta lagi það sem kemur raun og veru fram í grænbókinu á blaðsíðu 5, með leyfi forseta. Hvatinn í núverandi kerfi einsleitur og ýtir undir áherslu á magn frekar en gæði. Fjárveitingar til háskóla hafa ekki fylgt fjölgun nemenda, hugmyndir að skilgreina hámarksfjölda sem greitt væri fyrir hafa ekki gengið eftir og aukið fé ekki verið í takt við fjölgun nemenda. Háskóla hér á landi taka hátt hlutfall umsækjenda í samanburði við önnur ríki Evrópu. Við hagræðingu eða mikla fjölgun nemenda hefur verið farin svo leið að lækka verðflokka fremur en að takmarka aðgang. Útgjöld á hvern nemanda hafa verið lægri hér á landi en að jafnaði hjá ríkjum OECD frá árinu 2005. Huga þarf að því hvaða afleiðingar þetta gæti haft á gæði. Og reyndar að þess að rætt þarna það hvernig eigi þá að fara að takmarka aðgang í háskóla. Því þetta í raun graf alvarlegt mál vegna þess að eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Hildu Jönu þá hefur nemendur hér fjölgað og umsóknir í háskólan þeim hefur fjölgað 43% frá árinu 2017 til 2019 sem gríðarmikil fjölgun. Og því hefur verið slegið fram að miða við það að vera með 2500 nemendur í háskólanum þá þurfi ef að það ætti að standa undir þessum skilgreiningu sem hann hefur verið að gefa sér með 30 stöðugildi viðbót eða bilinu 300 til 400 milljónir króna til að standa undir þessu. Þetta leiðir náttúrulega til þess að það ekki hægt að hleypa nemendum til dæmis í klásus þar sem að ég geti tekið hjúkrunarfræðina sem dæmi, ég heldur sé að koma inn einhverja 170 nemendur í klásus, einhverja 54 sem komast í gegn.
Og það ekki af því að menn bara vilja losna við svona marga, heldur það vegna þess að það ekki til fjárveiting fyrir fleiri þjálfunarplássum og sjúkrahúsunum með heilbrigðisstofnunum sem gerir það verkum að þessi takmörkun þarna. Og það raun og veru graf alvarlegt mál þegar við erum komin að þessa stöðu að þessi nemar geta þá ekki flutt sig yfir í eitthvað annað og stunda hérna nám, heldur hverfa á braut eða þá hætta námi þar sem þeir eru staðsettir, því að það reyndar rétt að það gríðarlega breyting á háskólanum núna, sérstaklega Háskóla Íslands hvað varðar hvað mikill fjöldi að stunda það sem við kallum sveigjanlegt nám eða nám úr heimabyggð. Og þar hafa til dæmis fræðslumiðstöðvarnar gegnt miklu hlutverki vegna þess að þar hafa verið útbúin svona setur fyrir nemendur til að koma saman. Og þetta leiðir að öllu líkindum frekar til þess að fólk sest frekar að því heimabyggð ef á annað borð eru störf til staðar. Þess vegna skiptir okkur líka máli, ekki bara það að verja stöðu háskólans eins og hann í dag, heldur líka hitt að ef við ætlum að fjölga námstækifærum eins og til dæmis í tæknigreinum sem væri nú alveg tilvalið vegna þess að við höfum ju þennan stóra mikla verkmennta skóla hérna á framhaldsskólastigi, þá þarf viðbóta fjármagn til að koma því námi upp. Það gerist ekkert bara svona. Og það verður einhver bætt í háskólan í dag að greinum nema þá að komi til viðbóta fjármagn vegna þess að annars erum við þá að ræða það fyrir að leggja niður einhver aðra greinar eða aðra deildir. Ég held að það sé nú ekki nokkur einasti vilji til þess eins og staðan í dag. Og við höfum líka verið að ræða möguleikana því að koma hér upp læknanámi eins og í dreifbýlislækningum vegna þess að það vantar fólk út á örkina, lækna út á landsbyggðirnar og það nú hluti af þeim lífsgæðum sem þurfa að vera til staðar. Það öruggt aðgengi að heilsugæslu sem fullnægjandi. Skólinn hér gæti hugsanlega velt fyrir sér svona fjarlækningum sem dæmi, sem hluti af þessu námi sem kannski nývídd. En þetta allt atriði sem að þarf að hafa í huga ef menn ætla sér á annað borð að styrkja hér eitthvað nám. Svo ein þversögn í þessu líka, sem bara verður að koma hérna fram. Nú í margháttaðar aðgerðir í gangi af hálfu stjórnvalda og menntamálaráðuneytisins sem það að fjölga kennurum, menntuðum kennurum, vegna þess að meðalaldur kennara verða býsna hár og menn sjá fram á verulega endurnýjunar þörf á næstu árum. Það ekki bara sett fjármagn inn í háskólana til að fjölga þá kennaranum? En maður hefði haldið það, en það bara alls ekki svo. Og þá spyr maður sig, hvað átti þá að gera? Átti þá að takmarka fjölda nemenda í viðskiptafræðina, iðjuþjálfunina, félagsfræðina eða sálfræðina eða hjúkrunarfræðina en frekar til þess að fjölga nemendum í kennarana? Kannski var það hugsun, ég veit ekki hvaða hugsun var hann í gangi. Þetta bara dæmi eitthvað sem gengur ekki upp. Bara gengur aldrei upp. Og það alveg að hreina að þetta var mjög mikil og stór byggða ákvörðun að setja hér upp háskóla, skiptir okkur öll máli. Ég hefði þess vegna vilja sjá fleiri sveitafélög á landsbyggðinni og hérna á Norrlandi senda inn umsagnir þessa greinbók. Bara til að láta vita, þetta skiptið á máli. Og ef að minni sveitafélögin ekki tilbúin til að setjast niður og gefa sér tíma til að skrifa þessar umsagnir eða það þarf nú ekki að vera nein stór umsögn sem send inn, þá veltir maður líka fyrir sig hversu sterk stjórnsýsla ef að þögnin bara algeng. Bara smá pæling sem ég held við ættum að hafa í hugum. En við sendum inn ítarlega umsögn sem ég var bara mjög sáttur við og ég held við verðum að halda vörð
háskólan og halda vök okkar í því að berjast fyrir hann allstaðar þar sem við komum. Takk. Og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu og orðið er laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Hildu Jönu kærlega fyrir fróðlegan og skemmtilegan inngang. Ef að ég hugsa tilbaka, ég er nú það ungur að ég rétt svo mann þegar var verið að stofna Háskólann á Akureyri á sínum tíma og ég tók aldrei neitt þátt í þeirri umræðu, ég bara skynjaði hana þannig að það var verið að biðja kennslu fyrir fólkið á svæðinu en undirtónninn var alltaf þetta er byggðaaðgerð, við viljum byggðaaðgerð, við viljum fá hingað umsvif og störf og svo framvegis. Og ég hugsaði þetta alltaf sem einhvers konar feimnismál að leggja þetta upp svona. Við værum eiginlega með einhverja frekju eða tilætlunarsemi eða ósanngirni gagnvart höfuðborginni. Þess vegna var ég mjög ánægður að heyra núna að þetta sé viðurkennt sem þríþætt hlutverk, kennsla, rannsóknir og svo samfélagslegt hlutverk. Og það þurfi ekki að skammast sín fyrir að biðja uppbyggingu og kröftugan háskóla á þeim forsendum meðal annars. Og það eigum við að gera áfram. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu og orðið er laust. Þar sem fleiri hafa ekki hvað því slótt þeir sem geta samþykkt bókun sem bæjarfulltrúi Hilda Jana las upp í upphafi, gefur merki. Það eru 11.